Sigfinnur. Já. Það hefur margt breyst frá því að þú varst ungur. Já. Þú náttúrulega verið femdur á sínum tíma. Já. Geturðu sagt okkur eitthvað frá fermingunni? Já. Þú eru auðvitað gengið til pressis? Nei, ég gerði það nú ekki. Pabbi heitinn, hann skuttlaði mér nú bara. Nú, skuttlaði hann þér? Já, varla hefur nú verið til bílar á þessum tíma? Nei, elskar minn góð. Þetta var náttúrulega löngu fyrir tíma bílanna. Nei, hann skuttlaði mér bara á vélsleðunum sínum. Hann hefði aldrei komið sitt á bíl, trúi ég. Það var mikill bókmenntaáhugi á þínu heimili, Sigfinnur. Já. Geturðu sagt okkur frá því? Já. Faðir þinn skrifaði fjöldan allan af handritum? Já, hann var alveg vitlaus í fornsögutarn pabbisálu og skrifaði upp bæði landnám og grænlendingasögu alveg komplett. Það hefur verið mikið verk. Já, það var það náttúrulega. Hann skrifaði þetta náttúrulega allt bara á skinn og hann var engin pappír til á heimilinu. Var hann lengi að þessu? Já, það var það nokkuð. Ég hafði ekki verið svona 30 ára þegar hann byrjaði og ég var komin hátt á 40 aldur þegar hann var loksins búinn. Og áttu þessi handrit ennþá? Já, ég hef nú ekki tímt að láta þau fara frá mér. Geturðu sýnt okkur þau? Já, það er tiltölulega lítið mál. Þú sérð, hér er ég til dæmis með Kjalnesingasögu, hún er hérna alveg, niður á nára. Þetta er náttúrulega aðeins farið að máðust út svona með árunum og svona. Og svo er ég með líka Bósasögu. Já, var þetta ekki óþægilegt? Ég meina, þessar skriftir allar. Æ, ég læt það nú vera í sjálfu sér, en mér fannst eiginlega bara miklu verra þegar hann var að lesa mig í rúmunu á kvöldin kallinn. Sofnaði þessu kannski út frá mér. Það var virkilega pirrandi. Já, það var náttúrulega ekki þetta umstangi í kringum fermingarnar í gamla daga. Ekkert með við það sem er í dag, náttúrulega. Nei, fermingagjafnar hafði þetta verið fábrotnari þá. Já. Hvað fegst þú til dæmis í fermingagjöf, Sigfinnur? Já, það var nú ekkert merkilegt. Ég fengi þetta, ef mann er rétt, fekk ég hvað, kerti og spil. Já, það auðvitað þótt góða gjafir. Já. Voru þetta tólgarkerti? Nei, þetta var nú bara, þetta voru svona championkerti í eppan minn. Svo fekk ég hérna alveg gott spil framan á og gott að hafa spil á þessum eppum þegar maður var að torfærast og svona. Og svo fekk ég líka, ég fengi 800.000 krónur í peningum. Þá ertu auðvitað miðað við gömlu krónunar? Nei, þá er ég búinn að framreikna þetta, miðað við framfærsluvísitölu byggingukostnaðar.